Herjólfshöll í Vestmannaeyjum var opnuð í dag fyrir þjóðhátíðargesti sem þurftu að flýja vindbarinn tjaldstæði í Herjólfsdal. Dagskrá hátíðarinnar er þó ekki farin úr skorðum. Það er ekki aðeins í Vestmannaeyjum sem fólk hefur safnast saman helgina. Á unglingalandsmótinu í Borgarnesi eru 1000 krakkar að keppa og íbúafjöldinn í Neskaupstað tvöfaldaðist þegar neistaflug fór af stað. Lögreglumenn eru slasaðir eftir átök við óeirðarseggi í Bretlandi helgina. Múslimar óttast framhaldið. Katla er komin á tíma og er farin að haga sér undarlega, segir eldfjallafræðingur. Hann telur líklegt að stór eldgos séu væntanleg innan 2 ára. Salan í vínbúðinni ber þess merki að fólk sé að ferðast til að gera sér glaðan dag. Sáralítill munur er á sölutölum miðað við verslunarmannahelgina í fyrra. Gott kvöld. Fjöldi þjóðhátíðargesta í Vestmannaeyjum þurfti að taka upp tjöld sín síðdegis þegar skyndilega bætti í vind í eyjum. Herjólfshöll var opnuð síðdegis fyrir tjaldgesti. Búist hafi verið við slæmu veðri í eyjum helgina en framan af leit þetta hins vegar betur út en spáin gerði ráð fyrir. Síðdegis í dag rauk hins vegar upp með hvassviðri í Herjólfsdal og þá var ekki lengur við neitt ráðið. Fjöldi gesta tók upp tjöldin sín og flúði í Herjólfshöllina. Þar var reyndar búið að gera ráðstafanir til að hýsa þjóðhátíðargesti sem báru sig vel allavega fyrir í dag þegar þessi viðtöl voru tekin. Er eitthvað að áhrif á þér? Nei, ég er bara gott núna, sko. Það er bara ekki stemming á okkur, sko. Nei. Fjandinn í lagið? Annars átti þið smá bygglað og... Klarið? Já. En við lætum það ekki stoppa okkur. Það heldur þá. Það gengir bara ótrúlega vel við vitt og vætu. En mikið af tjöldum sem hefur þurft að efna það eru allavega 3-4 sem hefur þurft að taka niður. Það er við þoppið með allan að fjölda. Já, við erum bara mjög mikið á hælavaktinni og bendum fólki að vera á óveðarvaktinni, taka óveðarhring. Þannig að fólki er bara rosa flott, stendur sig vel, en við erum líka bara vakandi og reynum að hjálpa þess að við getum. Lítið rask hefur verið á dagskrá þjóðhátíðar en gestir þar geta hins vegar búist við afleitu veðri áfram helgina. Veðurstofan gaf í dag út gula viðvörun. Áfram er búist við hvassviðri í Vestmannaeyjum og á Suðurlandi á morgun. Okkur skilst að veðrið sé að ganga niður í Vestmannaeyjum og þar horfir allt til betri vegar. En þaðan til Akureyrar þar sem hátíðin ein með öllu stendur sem hæst, ekki satt, Eva Björk? Jú, Sigga, veðrið hefur sannarlega ekki verið til vandræða hér og fólk á öllum aldri skemmti sér í blíðunni í dag. Hátíðin hefur að mestu farið vel fram að undanskilinni hnífstungu í miðbænum í nótt sem er til rannsóknar. En við skulum byrja í Neskaupstað þar sem neistaflug var sett í gær. Reyndar inni vegna veðurs en í dag hefur verið ágætis veður fyrir austan. Það eru nokkuð 1000 manns í Neskaupstað og krakkarnir höfðu nóg við að vera á íþróttavellinum í dag með íþróttaálfinum og í kassabílarally. Og þar heldur fjörið áfram á morgun, til dæmis með hefðbundnu móti í strandblaki. Við heldum að íbúafjöldin sé að tvöfaldast. Það sé svona 3000 manns í bænum þegar flest er. Á morgun þá byrjum við hérna á vellinum og verðum með hoppukastala og svo koma bestu lög barnanna og taka nokkur lög fyrir okkur. Og síðan verður hérna BMX Bros og svo verðum við með brunaslengubolta. Og síðan endum við hátíðina á morgun annað kvöld með stórtónleikum neistaflugs þar sem að koma fram Latti og hljómsveit Mannanna og Bríett og Jón Jónsson og Friðrik Dór og flugeldasýning og mikið fjör. Og frá Neskaupstað norður á Siglufjörð þar sem Ágúst Ólafsson brá sér á síldarævintýrið. Þetta er 30. sinn sem síldarævintýrið er haldið og Siglfirðingar eru sannarlega í afmælisskapi og bjóða upp að þessa fínu afmælishátíð helgina. Strákar, hvernig var að stökkva? Bara ágætlega gaman, sko. Þetta er bara ótrúlega gaman að stökkva í sjóinn. Hafið þið gert þetta áður? Já, einu sinni þegar við vorum á Akranesi. Það var ógeðslega gaman, sko. Var ekki kalt? Nei, maður finnur ekkert fyrir, maður er í golfum. Sambiló!
fólk var farið að koma hingað á miðvikudag og tjaldstæðin voru orðin þétt setin á þeim tíma. Íbúafjöldin hefur margfaldast og við höfum verið alveg ótrúlega heppin með veður það sem af er. Hverjir mæta á síldarævintýri? Allir. Það eru allir siglfinningar inn við beinið. Nú erum við að salta síld í tunnur af því það er síldarævintýr. Og hér á Akureyri er ein með öllu að venju. Það var stíf dagskrá í miðbænum í dag og veðrið lék við gesti. 500 manns tóku þátt í utanvega hlaupinu Súlur Vertikal og þau allra hörðustu höfðu hlaupið 100 km þegar komið var í marki í miðbænum. Þá litu meðlimir hvolpasveitarinnar við og heilsuðu upp á krakkana. Mömmur og muffins voru á sínum stað og Páll Óskar tók lagið á útisvæðinu við Múlaberg svo eitthvað sé nefnt. En það er hins vegar nóg framundan og hérna með mér er Halldór Kristinn Harðarson, einn skipuleggjanda hátíðarinnar. Halldór, hvað er eftir? Hvað er eftir? Það sem er í gangi núna eru stórtónleikar Vamos og Birnir Bríðir Aron Kahn er að spila á 7.13. Svo morgun á skógadagurinn í Kjarnaskógi. Það er risa fjölskylduskemmtun, mikið af fjölbreyttum viðburðum. Svo er það eiginlega bara sparitónleikarnir okkar sem er á leikhúsflötinni og það er alltaf að loka verslunarhelginni með risa dagskrá og svo flugeldasýningu og blísum á pollinum. Hefur þetta heilt yfir ekki bara gengið vel? Jú, bara frábærlega. Geggjaður dagur í dag. Sólin skein og á Mömmur og Muffins á torginu og enn eitt krakkaskemmtun og tróðfullt torg. Ég held við getum ekki beðið meira sko. Takk fyrir það. Gangi ykkur vel. Takk. Já, við segjum þessu lokið héðan frá Akureyri en lítum við í Borgarnesi þar sem yfir 1000 krakkar tóku þátt í unglingalandsmóti UMFÍ. Líf og fjör er í Borgarnesi helgina þar sem krakkar á aldrinum 11 til 18 ára taka þátt í unglingalandsmóti UMFÍ. Í ár er keppt í 18 mismunandi greinum. Töluvert hefur reynt á Vesturlandi að undanförnu og starfsmenn sveitarfélagsins Borgarbyggðar og framkvæmdanefnd mótsins þurftu að laga tjaldsvæði dagana fyrir mótið. Það er náttúrulega númer 1, 2 og 3 að það er krakkarnir sem njóta sín og þau kippa sér ekkert úr það þó sé rigning eða hvað en þau brosa hér öll og eru afasátt og þetta hefur gengið alveg óskaplega vel. Í dag var meðal annars keppt í frjálsum íþróttum, grasblaki, sundi og badminton. Á morgun er það svo fótboltinn sem á daginn og kökuskreytingakeppnin sem hefur notið mikilla vinsælda undanfarin ár. Þétt dagskrá hefur verið alla helgina fyrir alla fjölskylduna en mótinu lýkur annað kvöld. Á kvöldin hefur verið boðið upp á tónleika þar sem þjóðþekktir tónlistarmenn koma fram. Og við leggjum bara upp með að hér sé gleði. Hér er allir að vera brosandi, hér eru allir á sínum forsendum, krakkarnir eru að koma, taka þátt í sínum uppáhaldsgreinum en líka að prófa nýjar greina sem við leggjum svo mikla áherslu á. Allir eiga að finna eitthvað við sitt hæfi, ungir sem allir, hér eru allir glaðir og hér eru allir brosandi. Í hverju voru þið að keppa? 100 metrum. Og hvernig gekk? Bara ágætlega vel. Í hverju voru þið að keppa? 100 metrum. Já. Og hvernig gekk? Illa. Bara vel. Fínt sko. Og er mesta stuði hér þessa helgi? Já, það er gleði og glaumur víða landið í dag en við ætlum að fara til útlanda. Óeirðir héldu áfram í Bretlandi 5. daginn í röð. Upptökin má rekja til hnífaárásar í Southport á mánudag þegar 17 ára piltur stakk 3 ungar stúlkur til bana. Og samfélagsmiðlum var fullyrt að drengurinn sem er fæddur í Cardiff í Wales væri hælisleitandi frá Sýrlandi. Arnar, það verðist allt vera á suðupunkti út af þessu máli og það sér bara ekkert fyrir endan á þessu mótmælum. Nei, það er ekki að sjá. Spjótin hjá þeim sem að standa þessum mótmælum beinast að innflytjendum og múslimar í Bretlandi eru mjög óöruggir með sína stöðu og hræddir. Það hefur verið boðað til mótmæla víða í borgum Englands helgina og í gær urðu hörð átök í Sunderland þar sem að særðust að minnsta kosti 4 lögreglumenn.
Þetta fyrrverandi innanríkisráðherra Priti Patel, hún hefur hvatt til þess að þingið komi saman og hún sakar þessa nýju stjórn Verkamannaflokksins að taka ekki nógu hart á mótmælunum. Já, nú kannski reynir svolítið á Keir Starmer, forsætisráðherra. Hann segir að lögreglan hafi stuðning stjórnvalda til að grípa til aðgerða gegn öfgamunum eins og hann kallar þá. Nú Nigel Farage, leiðtogi Ífjárflokksins, sakaður að kynda undir óeirðirnar. Flokkur hans fekk 14% að fylgi í nýafstöðnum kosningum og líkt og í mörgum Evrópulöndum pláss fyrir hægri öfgaskoðanir. En við skulum aðeins fara aftur til Southport því að þá var sláð í föstu að viðbrögð manns í næsta húsi þar sem að voðaverkin voru framin hafi orðið til þess að bjarga mannslífum. John Hayes rauk út af skrifstofu sinni og þegar að samverkamaður hans sagði honum að barn lægi alblóðugt á götunni og berðist fyrir lífi sínu. And as soon as I heard that, I ran. I basically ran the full length of our office to go and find out, if I could help and what was happening to her. Hayes náði ekki til hennar því á leiðinni mætti hann annarri alblóður í stúlku. And this guy in front of me with a knife who then came towards me, in a pretty menacing way. And I thought he's going to kill me too if I'm not, I didn't rationalise or, you don't have time to do a risk assessment. I just put my arm up when this knife was coming towards me, and I didn't even realise I'd been stabbed initially until I looked down and saw blood coming out my leg, and I tried to kick him with my right leg, and then that's when I fell over. Þegar árásarmaðurinn nálgaðist náði samverkamaður Hayes að hrekja hann á flótta. Hayes gerir lítið úr sínum hlut. I don't want this to be about me. I want this to be about the families of those 3 little girls. I'm really, really saddened to know what's happened. Læknir á sjúkrahúsinu segir Hayes heppinn að hafa sloppið lifandi því hnífsblaðið hafi farið mjög nálægt slagæð. Hann var útskrifaður á sjúkrahúsi í gær. Hundreds of people write to me, thousands. People I don't know. It's crazy. People that I've not spoken to for 15 years, 10 years have been in touch. But I've said to them all, I'm not the hero. I don't want the attention to be taken away from. The paramedics were amazing. They were. The police, a policeman held my hand. He was amazing. He really was. And that's the real story. Að minnstakosti 17 voru drepin í 2 loftárásum og skóla á Gaza í dag. Ísraelsher segir að í skólanum hafi verið stjórnstöð Hamas og þar hafi vígamenn leitað skjóls. Ísraelsher gerði loftárás á borgina Tulkarem á Vesturbakkanum í morgun. Þar dóu 5 þegar bíll var sprengdur í loft upp. Háttsettur leiðtogi Hamas, Haitham Baliti, sagður vera á meðal þeirra sem voru í bílnum. Tæplega 40.000 hafi verið drepin á Gaza frá því í október. Hingað heim, Ármann Höskuldsson eldfjallafræðingur segir að Katla sé á margan hátt farin að haga sér undarlega, til dæmis með tíðari jökulhlaupum. Hann segir að nýr veruleiki blasi við og býst við að stór eldfjöll á borð við Kötlu og Öskju gjósi innan 2 ára. Hlaupið sem kom úr Mýrdalsjökli og flæddi niður á þjóðveg 1 fyrir viku kom mörgum á óvart. Það fór nær algjörlega fyrirvaralaust af stað og fólk vissi ekki af því fyrr en vatnið hafði flætt yfir veginn. Katla í Mýrdalsjökli og þar hafa verið talsverðar hræringar undanfarin misseri. Katla komin á tíma og farin að haga sér undarlega á margan hátt. Það eru svona fleiri hlaup farin að koma og annað slíkt. Mælingar séu hins vegar erfiðar, bæði vegna þess að eldstöðin sé hulin jökli og af því að jöklarnir séu sífellt á hreyfingu. Virkar eldstöðvar eru 32 talsins og þar af sína 17 þeirra þó nokkra eða mikla virkni. Virkni til að mynda þó nokkur á Reykjanesi, í Öskju, Brennisteinsfjöllum, Eyjafjallajökli, Kröflu og Víðars. Og virkni mikil í Bárðarbungu, Fagradalsfjalli, Grímsvötnum, Heklu og Kötlu. Vissulega eru nokkur stór eldfjöll farin að hreyfa sig. Grímsvötn náttúrulega að því að þau eru búin að vera á þessum rytma og þess vegna eru menn svona nervus með þau. Og sami í Öskju, við vitum alveg Askja komin að stað. Hún bræðir af sér ísum miðjan vetur og það falla skriður hún í vatnið. Það eru skjálftar sem mikið af smáskjálftum og land lyftist og það þýðir bara það kvika að koma sér fyrir. Margt sé að breytast. Þetta er bara nýr veruleiki, jöklarnir minnka, það er meira set fyrir framan þá og við þurfum þá að passa okkur á þessum eldfjöllum sem er undir ísnum.
Áfram eru taldar líkur á að eldgos sé yfirvofandi á Reykjanesi og Ármann býst við virkni þar næstu 100 árin í það minnsta. Ég held að Sundhnúkasprungan að vera búin og þá færir þetta sig yfir í eldvörpin og líklegast út á Tanna, Reykjanestanna. En svo fyrir utan Reykjanesið þá Katla og Askja, það kemur ekkert óvart að þau komi bara eftir 1-2 ár. Það ekki sérstaklega með Öskju, það búið að vera svo mikið læti í henni. Þá víkur sögunni aftur að veisluhöldum þessa helgina því sáralítill munur á vínsölu í ÁTVR í Skeifunni fyrir þessa verslunarmannahelgi borið saman við sömu helgi fyrir ári. Meira seldist en alla jafna af gosbjór og blönduðum drykkjum í vikunni. Þetta mjög svipað. Það kannski að fara aðeins seinna á stað núna þessu ári. En síðustu 2 dagar hafa verið mjög svipaðir. Og veigarnar geta sigið í ef maður þarf að bera þær langa leið. En þarf maður ekki að vera svolítið klókur í innkaupum ef maður ætlar að fara að bera eitthvað, að kaupa sterkt? Jú, ef við hugsaðu þannig, en síðan getur fólk bæði notfært sér netverslunum okkar og látið bara senda sér í þá vínbúð sem næst þeim stað sem við erum að hugsa að fara á. Og salan beri þess merki að unga fólkið sé að gera sér glaðan dag. Fólk að kaupa eitthvað öðruvísi inn fyrir þessa helgi en aðrar? Já, það meira í þessum gosbjórum og blöndudrykkjum. Miðjan dag á laugardegi verslunarmannahelgi aðeins annar hópur á ferð í vínbúðinni en dagana á undan. Já, klárlega foreldrar og kannski þeir sem ekki að komast úr bænum. Eftir gott laugardagskvöld kemur svo sunnudagur. Og það orðið frekar láskýjað á sunnudagsmorgni. Hvernig bergar maður því? Ekki bara að fá sér vatn og einhvern orkudrykk. Við hófum þennan fréttatíma á umfjöllun útihátíðir en það ekki allir úti við. Tónlistarhátíðin Innipúkinn stendur sem hæst í miðborg Reykjavíkur og þar Sunna Karen Sigþórsdóttir. Sunna, hvernig stemmingin? Það fín stemming. Ég hérna inn í DJ-búrinu, svo kallaða plötusnúðarbúrinu og hér DJ Glódís. Glódís segðu mér, hvernig tónlist ertu að spila hérna á Innipúkinn? Ég ætla að spila bara einhverja danstónlist. Þetta skemmtilega, fá fólk til að hreyfa sig. Og fólk að dilla sér? Ég vona það. En spilar eitthvað öðruvísi tónlist þegar kannski sumar hefur ekki verið, ekki alveg svo við höfum óskað? Kannski aðeins hraðari, fá fólk til að fá hita í kroppinn. Takk fyrir, Glódís. Kíkjum aðeins út úr tjaldinu, sjáum hvernig stemningin hér. Það ekkert rosalega fjölmennt, en það að fjölga í hópnum og hefur gert þess að við komum hingað fyrir svona klukkutíma. Það ágætisveður svona á íslenska mælikvarða, það vindur, en það hlýtt og það þurrt og það hægt að sitja úti. Og Steinþór, skipuleggjandi, segir mér hvernig hefur þetta gengið hjá okkur? Bara eins og best vera á Kvosi, bara búið að vera dundurinn stemning og við erum þetta eina hátíðin sem alveg sama hvernig veðrið af því að tónleikar bara inni og svo tónleikarnir búin og fer maður bara heim að sofa í sínu rúmi. Það rosalega þægilegt. Hverjir eru það sem að koma á Innipúkinn? Það sé ekki fólki sem finnst bara næs að vera í bænum núna þessu helgi þegar allir aðrir að ferðast. Svo ferðast það bara hinir helgina. En hvað það hver hápunktur Innipúkinn? Það var ákveðin hápunktur í gær með Skröttum og Páli Óskari. En ég lít á þetta 3 daga vakt. Það þjóðstart í gær, uppbyttur í kvöld og svo alkvöldi á morgun. Og býstu við að það verði jammað fram á nótt? Já, ég aðeins og stressaður fyrir því, af því að það verður nákvæmlega þannig. Takk fyrir þetta, Steinþór, gangi ykkur vel. Og við kveðum þá héðan frá Innipúkanum. Við segjum bara góða skemmtun og gangi hægt gleðinnar til. Og ætlum að huga að veðri. Það væta með köflum á sunnanverðu landinu á morgun, annars þurft að kalla. Það fer að rigna sunnan og austan til síðdegis og hvessir syðst á landinu. Norðaustan 15 til 23 metrar á sekúndu við suður- og suðausturströndina annað kvöld og gular veðurviðvaranir í gildi vegna vinds. Hiti á bilinu 8 til 18 stig og Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þessi ósköp að loknum íþróttafréttum sem Almar Ormarsson sér í kvöld. Haglabyssuskyttan Hákon Þór Svavarsson lauk keppni á Ólympíuleikunum í dag. Hákon Þór endaði í 23. sæti í leirduguskotfimi og það besti árangur Íslendings á Ólympíuleikunum í greininni.
Noregur var í harðri baráttu efsta sætið í A-riðli í handbolta kvenna en liðið spilaði gegn Þýskalandi í dag. Þá var keppt í tennis, 5 leikjum, golfi og frjálsíþróttum í París í dag, svo eitthvað sé nefnt. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Herjólfshöll í Vestmannaeyjum var opnuð í dag fyrir þjóðhátíðargesti sem þurfti að flýja vindbarinn tjaldstæði í Herjólfsdal. Dagskrá hátíðarinnar er þó ekki farin úr skorðum. Það er ekki aðeins í Vestmannaeyjum sem fólk hefur safnast saman helgina. Á unglingalandsmótinu í Borgarnesi eru 1000 krakkar að keppa og íbúafjöldinn í Neskaupstað tvöfaldaðist þegar neistaflug fór af stað. Lögreglumenn eru slasaðir eftir átök við óeirðarseggi í Bretlandi helgina. Múslimar óttast framhaldið. Katla er komin á tíma og er farin að haga sér undarlega, segir eldfjallafræðingur. Hann telur líklegt að stór eldgos séu væntanleg innan 2 ára. Og salan í vínbúðinni ber þess merki að fólk sé að ferðast til að gera sér glaðan dag. Sáralítill munur er á sölutölum miðað við verslunarmannahelgina í fyrra. Og það er ekki bara mennirnir sem njóta sumarsins og skemmta sér. Við ljúkum þessum fréttatíma á myndum af hnúfubak sem bylti sér úti fyrir Borgarfirði eystra þegar tónlistarhátíðin Bræðslan stóð þar sem hæst daginn. Það var Hlynur Sveinsson sem náði þessum myndum. Við segjum fréttir næst í útvarpinu klukkan 10 og alltaf á ruv.is. Verið sæl. Sumarið er komið á Rás 2. Tónlist, skemmtun og frábærir útvarpsþættir. Vertu með okkur í sumar. Stilltu á Rás 2 þegar þér hentar og njóttu. You try very hard to get this sensation of rightness. The supply of lethal drugs was stopped and lives were saved as a result of Sarah's work. Thank you, Sarah. Ummerki, önnur þáttaröð þessara bresku spennuþátta. Emma Hughes leggur stund á réttarmeinafræði og nálægt því að góma morðingja móður sinnar. Maybe grace is out there, available to everyone. Ummerki, þriðjudag á RÚV. Most of us